sín málefni og svona fara yfir sitt og fá í það 5 mínútur hvert. Eftir það þá verður opnað á spurningar og spurningarnar eiga helst að vera svona stuttar og málefnalegar og á frekar að vera málefnin og við ætlum ekki að fara í einhverja persónu árásir eða framíköll eða eitthvað svoleiðis. Ef ræðurnar eru orðnar of langar eða komnar út í einhverja vitleysu eða svörin þá stoppa ég það af, þau vita því, en ég hef enga trú að það verði. Og svo svona cirka mínútur sem þau hafa til að svara spurningunum, en jafnframt ef þið beinir spurningu bara til Sjálfstæðisflokks eða einhvers annars að þá fá öll framboðin tækifæri til að svara fyrir sig þeirri spurningu. Bara þannig að gæti jafns fyrir alla. En það ekki eftir neinu að bíða, við stefnum á að vera cirka 70 mínútur og það bara, við ætlum að byrja framsöguna og það þá í stafrófsröð, þannig að það A-listin sem byrjar, byggðarlistin, Börkur Ottosson. Já, góðan daginn, kæru fundargestir. Börkur Þór Ottosson heiti ég og oddviti byggðarlistans sem nýr valkostur fyrir komandi kosningar. Dalvíkurbyggð góður staður til að búa á, en hún getur verið enn betri. Spurningin ekki hvort við getum gert betur, heldur hvort við ætlum að gera það og hvernig. Við í byggðarlistanum segjum já, það hægt og það komin tími til. Við viljum samfélag þar sem fjölskyldan dafnar, fyrirtæki vaxa og lífsgæði í forgrunni. En það gerist ekki að sjálfum sér. Það krefst skýrra ákvarðana, ábyrgðar, vilja til að forgangsraða og síðast en ekki síst öflugar verkstjórnar. Við viljum eiga reglulegt samráð við íbúa og hagsmunaaðila svo ákvarðanir sem teknar eru séu sátt við samfélagið. Og það einmitt það sem við bjóðum upp á. Við viljum byrja á grunninum stjórnsýslunni. Við trúum því að góð stjórnsýsla sé ekki bara spurning reglur, heldur traust. Traust byggist á gagnsæi, ábyrgð og skýrum ákvörðunum. Við viljum að fjármál sveitarfélagsins séu skýr og hver króna nýtist sem best. Við viljum bæta verkferla og tryggja að þjónusta við íbúa sé skilvirk og traust. Við viljum opna og skilvirka stjórnsýslu þar sem erindum íbúa svarað hratt og af ábyrgð. Góð stjórnsýsla sparar peninga, eykur ánægju íbúa og skilar betri þjónustu. Við setjum fjölskyldunni í forgang. Við viljum að Dalvíkurbyggð sé eftirtroknaverður staður fyrir fólk á öllum aldri. Það þýðir næg leikskólapláss, öflugt frístundastarf og raunveruleg tækifæri fyrir öll börn, jafnan aðgangur, stuðningur og möguleikar óháð búsetu, efnahag, fötlun eða aðstæðum heima. Áframhald verkefnisins gott að eldast í Dalvíkurbyggð og jafnvel að auka þá þjónustu með akstursþjónustu. Nú hefur samningur Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks verið lögfestur. Því þarf sveitarfélagið að endurskoða þjónustuna og tryggja að hún standist þær kröfur sem samfélagið á að gera. Samfélagið ekki sterkara en tækifærin sem það gefur íbúum sínum. Við erum líka bæta það sem fólk finnur fyrir á hverjum degi, götur, gangstéttir, veitukerfi og viðhald mannvirkja. Við viljum auka þáttöku íbúa í ákvörðunum með reglulegum viðtalstímum með kjörnum fulltrúum, íbúafundi og þegar við á með beinum kosningum. Innviðir sem virka. Við ætlum að lækka innviðaskuld með skynsamlegri uppbyggingu og reglulegu viðhaldi því það einfaldara dýrara að gera ekkert og láta hlutina drabbast niður. Má það nefna gamla skóla, Kvól, Viktarhúsið á Dalvík og Sundskála Svartdala. En svo virðist sem síðasti meirihluti hafi ekki haft nokkurn áhuga á að sinna þessum eignum. Stjórnun mála á hafnarsvæðinu hefur því miður ekki verið nægilega markviss. Við ætlum að vinna að í samvinnu við vegagerðina að uppbyggingu vegakerfisins í framtölum sveitarfélagsins verði lagaðir. Við viljum að B-hlutafyrirtæki líkt og Hitaveita Dalvíkur nýti þann hagnað sem hún aflar til uppbyggingar, endurnýjunar og jafnvel til lækkunar gjaldskrár en ekki ótengd verkefni veitunni. Hitaveitan á sjálfsögðu áfram að vera í eigu sveitarfélagsins. Til að verkefni á Dalvík fráveita. Til að verkefni á Dalvík sé unnið að einhverju viti þarf að byrja tvöföldun fráveitukerfisins frá dælistöðu upp í bæinn, en til fróðleiks þá 80% af því vatni sem fer í dælistöðar hreint yfirborðsvatn. Tryggja þarf kaldavatnsöryggi en aðeins ein lögn
að Dalvík frá Bakkærum og ekkert plan B. Á Árskógssandi hafa einnig verið vandamál sem þarf að bregðast við. Einnig þarf að huga að vatnsveitu í dreifbýli sveitarfélagsins. Við eigum frábæran hafnaraðstöðu á 3 stöðum í sveitarfélaginu sem nýta mætti mun betur en nú gert og mun byggðarlistinn vinna að því. Við viljum skapa fleiri tækifæri með því að styðja atvinnulíf, efla nýsköpun og byggja upp sterkan grunn fyrir framtíðina. Við ætlum ekki bara að tala tækifæri, við ætlum að skapa þau. Við viljum vernda það sem gerir Dalvíkurbyggð einstaka, náttúruna, menninguna og lífsgæðin og gera það í jafnvægi við uppbyggingu og framtíðarsýn. Mér sýnist flestar stefnuskrár af þeim sem fram eru komnar vera keimlíkar, sem vekur svolítið furðu þar sem 2 af þessum 4 flokkum hafa verið við stýri síðustu 4 ár og hefðu því átt að vera í lófalagi að framkvæma eitthvað af þessum hlutum sem lofað var. Fjárhagsstaða sveitarfélagsins sterk sem vel en hún skýrist að miklu leyti af hækkandi álögum á íbúa og fyrirtæki ásamt frestum framkvæmda og viðhalds. Það vita allir að pissa á vettlingana í frosti skammgóður vermir. Framundan eru dýrar innviðaskuldir sem ekki gengur að ýta undan sér lengur. Í þéttbýli Dalvíkurbyggðar eru 600-700 íbúðir, en í vinnslu eru hverfi fyrir alltaf 170 íbúðir á 4 stöðum. Við getum hóflega sagt að þessar 650 íbúðir sem hafa byggst upp á 100 árum eða 6,5 íbúðir á ári. Þessi 4 deiliskipulag ættu að duga okkur hvað varðar íbúðarhúsnæði næstu 27 árin, en til samanburðar má nefna að Hringtún hefur verið í byggingu frá cirka 1990 eða í 36 ár og þar eru enn 8 lóðir óbyggðar af 33. Samkvæmt heimasíðu Dalvíkurbyggðar eru 11 íbúðarhúsalóðir, 6 iðnaðarlóðir á Dalvík og 10 á Árskógssandi til úthlutunar. Innviðir í þessum nýju hverfum kosta 100 milljóna og varhugavert að tala hillvöru fyrir eitthvað sem ekki einu sinni til. Við hjá byggðarlegstunum segjum hlutina eins og þeir eru. Við viljum styðja við frekari uppbyggingu Dalbæjar þannig að eldri íbúar okkar geti notið þeirra þjónustu og umönnunar sem þeir eiga skilið í heimabyggð og nálægt sínu nánustu. Við munum tala við fólkið en ekki það. Húsnæði gamla skóla hefur staðið autt nokkrar ára skeið og því miður farið að láta á sjá. Fengnir voru miklu sérfræðingar sem gáfu húsinu víst ekki góða einkunn, en ég hef undir höndum umrædda skýrslu sem gefur alls ekki þá mynd á ástandi hússins og gefið í skinn. Mætir heimamenn með iðnmenntun hafa einnig skoðað húsið og gefið því allt aðra og betri einkunn. Við viljum finna þessu mikilvæga húsi nýtt og verðugt hlutverk sem safnahús og fræðasetur. Nauðsynlegt að hafa viðhald og endurbætur áður en það verður of seint. Svo hægt verða að nýta húsnæði á ný með skynsamlegum og uppbyggilegum hætti. Kæru íbúar, þetta snýst val, meira af því sama eða skýra stefnu, ábyrgð og raunhæfar lausnir sem fylgt eftir. Við í byggðarlegstunum viljum byggja upp sterkt samfélag þar sem fólk líður vel og sér framtíðina sína. Segið X við A, betri byggð fyrir alla. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Börkur. Þá komið að B-lista Framsóknar. Það Mónika Margrét Stefánsdóttir. Fundarstjóri, kæru íbúar Dalvíkurbyggðar. Ég heiti Mónika og leiði B-lista Framsóknar óháðra og með mér í dag eru hérna María í öðru sæti og Sigvaldi í 3. Og saman myndum við öflugt teymi ásamt 11 öðrum frábærum einstaklingum og það sem við eigum öll sameiginlegt að við viljum vinna fyrir allt samfélagið. Margir vita ekki hver ég þannig ég ætla svona eldsnöggt bara. Ég 48 og borin og barnfædd á Akureyri en ég hef búið á Árskógssandi síðan 2017 og 2018 þá hafði Kata samband við mig, bauð mér að koma og vera á lista og ég búin að vera að garfa í sveitarstjórnarmálum áður en ég náði að búa í sveitarfélaginu í 1 ár. Þannig að ég þurfti ekki að hugsa mig lengi til þess að fá að taka þátt. En ég viðurkenni samt að stundum getur verið erfitt að vinna að svona ólíkum málefnum í svona litlu samfélagi eins og Dalvíkurbyggð
Og oftar en ekki vill maður gera hlutina, gera meira og gera hraðar, en þegar maður að vinna í málefnum sveitarfélaga, eins og við vitum flest, að það þýðir að reglur og rétta farvegi, það þarf að fara eftir reglum og réttum farvegum og það getur sett strik í reikningin þegar verið að reyna að vinna að öllum málefnum. En nú líður svona kosningum og við finnum öll fyrir þeirri spennu sem því fylgir. Sumir hafa mjög mikinn áhuga og ótrúlega gaman að sjá ykkur öll hérna í dag. En svo sumir vilja ræða málið, aðrir eru efins og velta fyrir sig til hvers eru við að þessu, til hvers eru við að hlusta á okkur, til hvers eru við yfir höfuð að kjósa vegna þess að það gerist ekki neitt og það breytist ekki neitt. En staðreyndin svo að það skiptir máli og það skiptir máli að við veltum fyrir okkur hvað við viljum sjá í nærsamfélögin okkar svo við getum tekið upplýsta ákvörðun hvar við viljum setja dýrmæta exið okkar 16. maí næstkomandi. Aðal áherslur okkar, þær eru skýrar, að raddir ólíkra hópa fá að heyrast, að við sýnum ábyrga stjórnun og við höldum áfram uppbyggingu með góðu skipulagi. Við vitum að grunnþjónustun á Dalvík mikilvæg og þar eru mörg verkefni sem bíða en við megum ekki gleyma byggðakjörnunum á ströndinni og dreifbýlinu af því að samfélagið okkar stærra en eitt staður. Við viljum tryggja heilbrigðan rekstur sveitarfélagsins og góða nýtingu fjármuna og við leggjum til að ráðin verði sviðsstjóri framkvæmd og veitumála og að veitur og hafnir verði áfram í eigu sveitarfélagsins. En við leggjum líka áherslu á öryggi og þjónustu við íbúa. Við viljum undirbúa viðbyggingu við Dalbæ, halda áfram verkefninu gott að eldast og að ný slökkvistöð rísi sem fyrst. En þá leggjum við líka mikla áherslu á börn og fjölskyldur. Við viljum bæta leiksvæði, hækka frístundastyrk barna í 55.000 krónur og skoða möguleika á tómstundarútu fyrir börn utan Dalvíkur, svo búseta takmarki ekki tækifæri þeirra. Við erum ekki að lofa af þessu verði, en þetta eitthvað sem við virkilega viljum skoða af alvöru vegna þess að þetta til dæmis eitt af því sem hefur komið upp aftur og aftur í samtölum okkar við fólk í sveitarfélaginu. Við viljum halda áfram uppbyggingu til framtíðar með stígagerð og bættum vegum í Skíðadal og Svarfaðardal og skipulagningu iðnaðarlóða sem styður við atvinnulífið. En þegar við erum að tala bætta vegi í Skíðadal og Svarfaðardal þá það sjálfsögðu vegagerðin sem kemur að því, þannig að það ekki bara við, en það sem við munum virkilega vilja gera að halda áfram að pressa. Og það sem við viljum gera líka það að við viljum taka skýrar ákvarðanir sameiginleg málefni og við viljum gera fyrir öll, hvort sem það Ásgúrssandur, Haugarnes, Dalvík, sveitin, við viljum bara það, við skiptum öll máli og þetta ekkert eitthvað einn á ekki að vera umfram annan. Og framtíð gamla skóla, það samráð sem við viljum taka við íbúana. Ég tek undir með Berki, það bara eitt af því sem mjög ofarlega á okkar lista. En kæru íbúar, saman getum við gert gott samfélag enn betra og þetta ekki tæmandi listi og við höfum hitt fólk og höfum talað það við fólk að við viljum halda áfram samtali næstu 4 árin við íbúa. En það sem ég vil kannski enda að segja að við skulum muna það að kosningarétturinn okkar, hann mjög dýrmætur og hann alls ekki sjálfsagður. Þannig að ég hvet ykkur öll til að nýta hann og setjum X við B þann 16. maí. Takk. Þá komið að, þökkum Móniku fyrir, en þá komið að D-lista Sjálfstæðisflokks, það Benedikt Snær Magnússon. Gjörðu svo vel. Ágætu íbúar og frambjóðendur, við erum hér 3, ég, Bessi og Auður. Þann 16. maí næstkomandi munum við ganga að kjörkossunum og velja þá sem við treystum best til að stýra okkar sveitarfélagi næstu 4 árin. Undanfarna daga höfum við verið að rýna 12 ára áætlun sem við settum fram fyrir síðustu sveitarstjórnarkosningar, horft á hvað við höfum gert vel, en ekki síður hvað við hefðum mátt gera betur. Það má nefnilega alltaf gera betur.
Við erum öll partur af sveitafélagi sem þarf að horfa til framtíðar en ekki bara til næstu 4 ára eins og vill stundum verði kosningabaráttu. Listi Sjálfstæðisflokksins er skipaður ungum frambjóðendum í bland við reynslubolta sem hafa setið í nefndum og sveitastjórn. Öll höfum við það að markmiði að við viljum betri framtíð fyrir okkur öll. Það er áhyggjuefni hversu erfitt er orðið að manna lista til sveitastjórnarkosninga en sem betur fer er einvala lið á öllum listum. Við tókum þá nálgun í Sjálfstæðisflokknum að hafa gaman því að það á að vera gaman í pólitík og er slagurinn okkar gerum þetta á gleðinni. Við höfum undanfarið verið í samskipti við íbúa og atvinnurekendur og munum halda því áfram næstu árin. Það er nefnilega þannig að frambjóðendur eigi ekki sprett upp eins og gorkúlur á 4 ára fresti. Við þurfum að auka talsamband við íbúa, stjórnsýslu og kjörina fulltrúa. Það gerum við með virku samtali á íbúafundum og settum við í stefnuskrá okkar að kjörnir fulltrúar muni bjóða upp á reglulega viðtalstíma þar sem við getum rætt við íbúa þau málefni sem er í gangi. Það er ákvarðanir sem verið að fara að taka en ekki síður fyrir íbúa geta komið hugmyndum og athugasemdum beint til okkar. Ekki er síður mikilvægt að upplýsa og munum við næstu árin stefna því að halda íbúum vel upplýstum það sem er í gangi í stjórnsýslu sveitafélagsins. Við sem stöndum í brúnni í nafni þess að vera í nefndum og sveitastjórn erum málsvarar íbúa og erum að vinna að því að gera gott samfélag enn betra með hagsmuni íbúa að leiðarljósi. Við hjá Sjálfstæðisflokknum höfum undanfarið kynnt stefnumál okkar sem má finna á heimasíðu okkar xd@dalvíkurbyggð.is en til að nefna einhver stefnumál og svara þeim spurningum sem við höfum mest fengið undanfarið þá get ég nefnt það að Sjálfstæðisflokkurinn hefur ekki sveitarstjórnarefni á framboðslistanum og ætlar að ráða sveitarstjóra eftir kosningar. Komumst við í meirihluta. Annað sem ég langar að nefna sérstaklega en það er að hitaveitan á að vera í eigu Dalvíkurbyggðar. Hitaveitan er ekki til sölu. Einhver misskilningur hefur verið að ég sé sölumaður Dalvíkurbyggðar á hitaveitunni og leiti lifandi ljósi að kaupanda en það er ekki rétt. Það er stefna Sjálfstæðisflokksins að veiturnar eigi að vera í okkar eigu og við eigum að halda áfram að hlúa þeim eins og við höfum verið að gera. Meðal annars með góðu samstarfi við Norðurorku. Má þar nefna jarðhitarannsóknir í Þorvaldsdal, byggingu nýs vatnstangs og endurnýjun dælubúnaðar í borholum. Veitur Dalvíkurbyggðar eiga ekki vera mjólkurkúin okkar eða vera notuð til að laga halla A-hluta eins og sum sveitarfélög hafa gert. Hagnaður fyrirtæki sem tekur peninga á okkur er dulin skattlagning. Að lokum vil ég nefna gjaldfrjálsan leikskóla sem ég er mjög stoltur að hafa komið ákvörðun og innleiðingu að. Með því að bjóða upp á gjaldfrjálsa vistunni í 30 klukkustundir eða skemur náðum við að létta álag á leikskólum og auka ráðstöfunartekjur heimilanna. Mér reiknast til að 70–80% barnaforeldra nýti sér gjaldfrjálsa vistun sem er vel. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra, við í framboðinu erum alltaf til í samtal og vilja að lokum minna á fundi okkar á næstunni á Rimum, Árskógssandi, Hauganesi og hér á Dalvík, en upplýsingar þá og fleiri fundi má finna inn á heimasíðu okkar xd@dalvíkurbyggð.is. Takk fyrir mig. Þökkum Bensa fyrir þetta. Þá er komið að K-lista Dalvíkurbyggðar. Það er Helgi Einarsson sem ætlar að taka orðið. Takk fyrir þetta, Friðjón. Það er alveg cirka 10 sæti að þið viljið koma og setjast. Það er alveg töff að setja fremst. Þeir eru svona eins og nemendur allir sitt aftast ef einhver þorir. Heyrðu, jæja, ég heiti Helgi og er oddviti K-lista Dalvíkurbyggðar. Listin er óháð framboð sem hefur það eitt að leiðarljósi að vinna að því að gera gott samfélag enn betra. K-listin bauð fram í fyrsta sinn í síðustu kosningum og fékk 3 fulltrúa í sveitarstjórn og fyrir það erum við þakklátt. Við myndum meirihluta með Sjálfstæðisflokknum og það samstarf hefur að mestu gengið vel. Þegar við lítum yfir kjörtímabilið erum við stolt á okkar verkum. Kjörtímabilin á undan voru að mörgu leyti átakasöm og umdeild, en við höfum náð að skapa vinnufrið og stöðuleika.
Í stað átaka höfum við lagt áherslu á samvinnu, hlustun og skýra stefnu. Árangurinn sést meðal annars í sterkri fjárhagsstöðu sveitarfélagsins. Dalvíkurbyggð hefur skilað hagnaði á hverju ári á kjörtímabilinu, skuldir hafa lækkað og staðan gerur okkur kleift að halda áfram uppbyggingu af krafti. Við höfum styrkt íþróttastarf, bætt aðstöðu fyrir börn og ungmenni. Ekki má gleyma eldri borgurum en við gerðum styrktarsamning við félag eldri borgara og fórum í verkefni Gott að eldast sem hefur reynst vel. Og hefur lagt mikla vinnu í skipulagsmál, erum að klára nýtt aðalskipulag fyrir sveitarfélagið sem móta stefnu okkar til næstu 20 ára. Deiliskipulagsverkefni hafa verið fjölmörg og við tryggt lóðaframboð lóða á Áskursandi, Hauganes, Dalvík og Dalvík. Viðhald eigna hefur einnig verið aukið og mikilvæga framkvæmdir ráðist í. Þetta hefði ekki verið mögulegt án þess að öfluga starfsfólks sem starfar hjá sveitarfélaginu og vil ég þakka því sérstaklega fyrir sitt framlag. Við viðurkennum líka að við getum gert betur. Við hefðum átt standa okkur betur í upplýsingagjöf og samskiptum við íbúa. Það er eitthvað sem við ætlum að bæta. Því aukið samtal styrkir okkur og leiðir til aukins árangurs. Framundan er nýtt kjörtímabil og fyrir okkur á K-listunum snýst það áframhaldandi vinnusemi og ábyrgð. Íbúafjöldi í Dalvíkurbyggð hefur vaxið 100 manns á kjörtímabilinu eða tæp 5% og er það markmið okkar að skapa umhverfi þannig að sú þróun haldist áfram. Með því að hlúa vel að þeim lögbundnum verkefnum sem sveitarfélög eiga að sinna ásamt því að byggja upp og bæta samfélag okkar þannig að við getum verið stolt af. Við ætlum að halda áfram að tryggja góða fjármálastjórn, hlusta á íbúa og bæta þjónustu sveitarfélagsins. Við viljum styrkja skólana og huga enn betur á velferð barna og fjölskyldna. Við viljum efla tómstunda, menninga og íþróttastarf og gera samfélagið enn fjölskylduvænna. Við munum einnig leggja áherslu á sanngjarnar álögur á íbúa og fyrirtæki. Leita leiða til að betri nýtingu fjármuna og aukið viðhald á innviðum. Veitunar er ekki til sölu. Við ætlum að styrkja þær enn betur þannig að þær séu stakk búnar fyrir aukin íbúafjölda og meiri atvinnustarfsemi. Það er ekkert mikilvægara en að huga vel að þessum auðlindum okkar. Verkefnin eru fjölmörg, stór og lítil. Hægt er að nefna byggingu slökkvistöðvar, uppbyggingu veitna, endurnýjun gangstétta, uppbyggingu leikvalla og efla frístundastarf og svo framvegis. Ég er full að trú að sú reynsla sem við höfum aflað okkur muni nýtast vel. Við erum tilbúin að halda áfram, vinna hraðar, ná árangri og byggja enn sterkara samfélag. Það tekur nefnilega tíma að koma sér inn í sveitarstjórnarmál. Ég og Katrín Sif buðum okkur fram fyrir 4 árum og erum tilbúin að halda áfram og við vonumst til þess að Magni fá að starfa líka með okkur í sveitarstjórn. Það væri mikil styrkur fyrir sveitarfélagið. Framboðslisti K-listans er skipaður öflugu fólki með mikið metnað og skýra sýn. Sú samstaða sem það ríkir er styrkur sem mun skila sér í verki. Og ég vil bara segja að þessi hópur sem við höfum myndað, þetta er einhver einstakur hópur. Orkan sem er þarna bakvið og við erum með öllum aldri og þetta er ég hef ekki kynnst svona fólki sem er tilbúið að leggja svona mikið á sig. Þegar maður heldur alltaf að unga fólki hafi ekki áhugað eitthvað en það er bara ekki rétt. Að lokum vil ég óska öllum frambjóðendum velfarnaðar. Það krefst hugrekkis að bjóða sig fram og taka þátt í þessum mikilvægu verkefnum. Ég bauð ykkur stuðning við K-lista Dalvíkurbyggðar því ég trúi að þessi frábæri hópur geti gert svo margt frábært fyrir samfélagið. Takk fyrir. Já, við þökkum frambjóðunum fyrir flottar ræður, inngangsræður og nú ætlum við að fara að opna fyrir spurningar. Það er ein spurning sem kom fyrir fundin frá aðila sem var
var alltaf að fylgjast með í streymi. Hún tengist ekki veðrinu þó að það sé eitthvað sem við getum óskað þess að væri lofað einhverju heldur snýr hún að framtíðarplönum í leikskólamálum. Hvort að það sé rétt að út af því að hann að verða plásslítill, hvort það sé rétt að það sé stefna allra flokka að keyra börn inn á Ásgarðsströnd til þess að þetta færi í leikskóla, eða hvort það sé á döfinni eitthvað framboð sem vill hefja uppbyggingu viðbyggingu á Krílakoti eða skólanum til þess að koma leikskólabörnum fyrir í bænum á Dalvík þar að segja. Einhver sem vill byrja að svara þessu? Ég skal byrja. Já. Herri, góðan daginn, kæra samkoma. Ég heiti Garðar Hrafn Sigurjónsson og bý í Fúsahúsi hérna á móti. Ég tel mig vera nýbúa á Dalvík. Ég er búin að búa hérna í 5 ár, en ég er búin að starfa á svæðinu yfir í 14 ár. Ég er í 4. sæti hjá biðlistanum og hef áhuga á að hjálpa til að gera þetta frábæra samfélag bara betra. Ég á 2 börn í leikskóla á Krílakoti. Við uppbyggingu þá tel ég að það sé best að byggja við Krílakot og skoða þörfina þar og svo byggja upp á Ásgarðssandi líka. Ég skoða aðeins hvað við gerðum á Ísafirði, þar bjuggu þeir til 5 ára deild í skólanum þar og þeir eru að leggja hana niður núna vegna þess að þeir sjá til þess að í staðan fyrir að vera með 3 leikskóla í raun og veru, þá er samtvinningur á milli leikskóla minni, það verið nýting á leikskólakennurum og ég tel að þessi nóg pláss í kringum Krílakot og sérstaklega uppbyggingu og þessari frábæri lóð sem er komin þarna í kring, að skólinn nýtist betur í þess átt og svo þarf okkur mér að skoða eins betur ef ég fæ tækifæri til þess að skoða Ásgarðssand hvaða möguleikar eru þar. Þannig að uppbygging á báðum stöðum myndi ég segja ef að þess hendar. Takk fyrir. Þá ætla Kata að fá að svara fyrir K-listan. Takk fyrir það. Ég fíla að vera kölluð Kata. En ég heiti Kata og ég er leikskólakennarament þótt ég starfi í grunnskólanum núna. Og ég held að uppbygging leikskólans á Dalvík og leikskólana beggja sé náttúrulega mjög brýn. Þetta er mjög mikilvægt starf og mjög mikilvæg grunnþjónusta sem held ég mjög mikilvægt að standa að í samstarfi við skólastjórnendur og bara hvað framtíðarsýn þau sjá fyrir sér fyrir skólan sína. En við allavega, við viljum tryggja það að börn komist inn við 12 mánaða aldur. Við erum með hana frábæra leikskóla á Dalvík en einnig Kötlukoti sem ég held að sé bara brýn ástæða til að nýta báða skólana eins vel og hægt en við erum ekki að hvetja til þess að allir keyri á milli á hvorn veginn sem en ég held að auðvitað þarf að fara varlega með fjármagn og stíga varlega til jarðar. Ég var í hópi fyrir framtíðarsýn skólabygginga þar sem að við komumst að því að það er hægt að nýta betur það sem við erum með fyrir áður en fyrir að byggja og byggja við en að sjálfsögðu með stækkandi bæjarfélagi við sýndum það á kjörtímabili, við erum með skýra framtíðarsýn að við viljum að bæjarfélagi stækki og hinga verði ákjósalegt að flytja og allir vilji koma til okkar í þetta frábæra samfélag, þá augljóslega þarf á endanum að byggja við og bæta en við þurfum auðvitað bara fara ekki fram á okkur þar fyrir kannan annars þar. Takk fyrir. Fleiri framboð svara leikskóla? Já. Kannski aðeins bara varðandi þennan vinnuhóp sem ég og Kata vorum í, varðandi framtíðar húsnæði leikskólamála í Dalvíkurbyggð, þá það svo að Krílakot er ekki sprungið, eða sem sagt, það er ekki biðlisti þangað inn, þannig við erum á svona ákveðnum krosskotum. Við getum andað og ákveðið hvað við ætlum að gera í róleitum, þannig að þess vegna var tekin þessi ákvörðun að þá í rauninni að því að við erum með Kötlukot, þá gætum við áfram tryggt 12 mánaða inntöku barna inn í leikskólana og aðeins fengið andrými til þess að svona sjá hérna, ég meina við erum með uppbyggingu á 600 manna hverfi, eða þess að við ætlum okkur að stækka, þannig að við munum þurfa að byggja við Krílakot, það er bara spurning hvenær. Við skoðum færanlegar kennslustofur, þannig að lausnin er til með því að bæta við einni deildin á Krílakot þegar þar að kemur, sem að tekur mjög stuttan tíma. Þannig að
Það verður ekki þannig að öðrum hvorum leikskólanum verður lokað held ég. Ég held að sé allir sammála það að halda þeim báðum opnum, en við erum svona ákveðnum krossgötum þar sem við þurfum aðeins að kannski að fá anda sem samfélag og ákveða, í rauninni, því að það hafa komið upp hugmyndir að Krílakot eigi að byggjast upp í Dalvíkurskóla rétt eftir að við settum 100 milljónir í leikskólalóðina, þannig að það var svona, þetta var svona, ok, ekkert mál, en þess vegna segi við þurfum bara að anda, við þurfum að hlusta á skólasamfélagið, við höfum verið mjög góðu samtali við þau það bara hver framtíðin og þetta snerti mig mjög, ég hef verið með börn hana næstu árin, þannig en eins og ég segi, ég tilbúin til þess að keyra börnin inn á sand ef það þannig við náum andrými. Takk. Við þökkum Bensa fyrir þetta. Ég ætla ekki að vera formlegur lengur og kalla hann Benedikt, það bara Bensi. Það er það Framsókn. Já, það er gaman að segja frá því að ég var með Bensa og Kötu í þessum vinnuhóp þó svo ég vissi bara, ég held að hann myndi muna aðeins betur eftir mér þegar það kemur að leikskólamálum. En bara svo það sé alveg sagt að það náttúrulega eru misstórir árgangar, það er misjafnt, hvað þarf að taka marga inn, hvað eru margir að fara út og annað og auðvitað komast bara x margir inn af 12 mánaða börnum í einu eins og þetta núna. En eins og Bensi segir að þá erum við náttúrulega bara að nýta leikskólan inn frá svona, en bara svo því sé algjörlega haldið til haga að það eru að fara að vera tveir leikskólar í sveitarfélaginu. Bara svo það sé sagt. Takk. Jæja, þá bara ætlum við að gefa orðið aðeins laust. Er eitthvað með spurningu úr salnum? Já. Það er Jökull þarna alveg út í horni. Ég þarf svo að endurtaka hana fyrir streymi, þannig að það er ekki það ég sé. Ég er með tvær spurningar. Annars vegar ganga kálisti og D-listi óbundin til kosninga. Það er allt opið þar. Og hver er afstaða hinna framboðanna til bæjarstjóra útvarps? Það er að segja, ætlum við að ráða bæjarstjóra eða einhverja lista yfir ykkur sem verður bæjarstjóra? Þess að spurningi var hvort að K-listi og D-listi gangi óbundin til kosninga eða hvort það sé allt opið, og svo er spurningi hvað hin frambóðin sem gáfu það ekki upp áðan sjá fyrir sér í bæjar sveitarstjóra mál efnum Dalvíkurbyggðar. Og hver vil byrja núna? Já. Já, við göngum óbundin til kosninga, bara sjáum til eftir kosningar hvað kemur upp á kössunum og tökum samtali þá. Var sveitarstjórnarspurningin til okkar líka, og þess að til hinna, allan get ég sagt, í svarinu bara, allan get ég sagt að við erum ekki með neitt sveitarstjóra, ekki með neitt sveitarstjóraefni, við viljum ráða sveitarstjóra, í meirihlutin réði til starfa Eyrún Ingibjörgu Sigþórsdóttur og við höfum verið mjög ánægð með hennar störf og átt mjög gott samstarf við hana, en við erum ekki með neitt efni tilbúið sem við ætlum að tefla fram, heldur viljum við bara, við vitum að þetta er samtal sem þarf að taka bara eftir kosningar, en við viljum ráða sveitarstjóra. Það er engin okkar lista þó að ég væri góð í þessu. Já, það er Bensi næstur. Þessi fundur er kannski það snemma í þessari kosninga bara þegar við Helgi höfum ekkert náð að ræða saman en bara svo að það sé sagt þá í rauninni göngum við óbundin til kosninga. Ég vil samt segja að þetta samstarf á kjörtímabilinu við bæði Framsókn og K-listan hefur verið mjög gott. Það hafa ekki komið upp stór atriði, þannig að á tímabili var þetta bara einn meirihluti, má segja. Ég held að, veit ekki hvort að Mónika taki undir það, en þó að hafi gengið á ýmsu. en já, við göngum óbundin til kosninga og ég held ég að við svara sveitarstjórnar spurninguna.
Þá er það Börkur frá A-listanum. Heyrðu, já, það er sama hjá okkur. Við göngum bara óbundið til kosninga og ætlum að ráða bæjarstjóra Dalvíkurbyggð. Og svo Framsókn. Komið sæl, Mari heiti ég og skip annað sæti hjá Framsókn, en við göngum óbundin til kosninga og ætlum að ráða bæjarstjóra. Takk fyrir. Já, það er Bjössi aftast við hurðina. Ég þarf engan. Þetta byrjaði svona í Kamarsson tón, Börkur minn eftir að með prestakraga. En mín spurning til ykkar alla, við getum afgreitt þetta bara með handauppréttingu. Ég er starfsmaður sveitarfélagsins og er hafnavörður, starfsstöðin er höfnin. Hvað hafa mörg ykkar, þið sitið 12 þarna, hvað hafa mörg ykkar komið og vitið hvar við erum staðsettir? Það er spurt hvað hafa margir af þeim sem sitja uppi komið niður á höfn og vitið hvar hafnarstarfsmenn eru staðsettir. Ég svara í fljótu bræði, svona eitt af öðru, byrja bara á þér, Auður. Já, það er allt og gamalt staður. Bensi? Ég veit ekki hvað það er. Nei, Bensi veit það, Magni? Ég ekki nákvæmlega, við vorum þarna á garðinn þarna. Það er gamalt staður. Kata? Ég fór að söng fyrir ykkur á öskudaginn, en ég kom þá en ég hef ekki farið sem kjörufulltrúi þegar. Nei, ok, á gamla staðinn bara. Helgi? Já, ég veit hvað þið eru staðsettir. Ég get svona auðvitað eitthvað aðeins, við erum með tæranlegar kennslustofur og eitthvað vandar. Sigvaldi? Þið eru gámið Bjössi minni og Já. Mónika? Ég er búin að kíkja á okkur í gamana. Ég er búin að fara að skoða gamana líka. Ég hef ekki komið í heimsókn. Nei, Börkur veitir það. Ég ætla að fara upp og svara. Þið eru staðsettir í þessum gámum og það er gjörsamlega til háborna skammar. Hei. Það er enginn láta bjóða sér þetta í dag af ykkur. Takk fyrir. Takk fyrir. Helgi vill fá orðið. Það er ekki sanngjarnt að bara rétt upp höndin sem að vita ekkert og fá ekkert að segja, þannig að við erum aðeins að verja okkur. Rétt aðstæðan er ekki til fyrirmyndar, en þetta er í vinnslu, þetta er á 4 árs áætlun að græja ný hús og þannig að það er ekki hægt að gera allt í einu, en þetta er á bara góðri leið. Ok, fleiri spurningar? Já. Spurningin var hvernig sjá flokkarnir fyrir sér sem gáfa það upp áðan að taka til í stjórnsýslunni og svo þeir flokkar sem hafa verið meirihluta hvað þeir hefðu geta gert betur síðustu 4 árin.
Börkur, vilt þú? Já, en spurningin er líka, þú komst spurningu taka til í stjórnsýslunni. Já, hvernig ætlaði að gera það? Já, ég veit, en það er samt bara til að geta sanngirnist að allir fái möguleika af því að þeir segjast taka til í stjórnsýslunni, en hvernig ætlaði að gera það? Það var ekki spurningin þannig? Jú, þannig að ég er að bjóða þeim að svara því. Hvernig ætlaði að taka til í stjórnsýslunni? Já, þegar stórt er spurt. Við ætlum náttúrulega bara varðandi að taka til í stjórnsýslunni. Hvar sástu það? Já. Við ætlum náttúrulega að byrja á því að fara yfir og straumlínulaga bókhald sveitarfélagsins og opna það, sýna íbúum fram á, fólk geti komið og kynnt sér hlutina eins og þú sagði með í hvað fara peningarnir, hvert eru þeir að fara. Auðvitað er þetta meira átt að kannski mál að upplýsa fólk um þessa hluti en það er hægt, ég veit það. Og opna fjármálin betur fyrir íbúum. Ég veit það er til opið bókhald á netinu en það er hægt að gera betur. Ég vona að þetta svari spurningunni þinni. Það er þá Framsókn. Já, við eins og kom fram, við höfum ekki verið eitthvað að tala um það að taka til endilega, en við erum svolítið bara viljum leggja áherslu á gott samstarf við þá sem eru starfandi í stjórnsýslunni, en það sem okkur finnst kannski vanta svolítið að það er að við sem kjörnir fulltrúar náum að fylgjast aðeins betur með framkvæmdum og öðru. Þú veist að það komi reglulegar þegar það er búið í fjárhagsáætlunargerð að þá erum við náttúrulega búin að ákveða verkefni og þegar þau eru ákveðin verkefnin sem á að fara í og annað að þá finnst mér oft vanta að maður svona ákveðin eftirfylgni að maður viti hvar framkvæmdur og annað stendur. En mér langar ekki, ég er ekki að tala um að fara að laga eitthvað þannig til í stjórnsýslunni að ég sé að fara að reka fólk hægri vinstri ef ég kemst til valda. Takk. Er það þá Bensi? Sorry. Herði já, ég heyri það að Berki vantar linkin að opna bókhaldinu hjá Dalvíkurbyggð. Varðandi að taka til í stjórnsýslunni, ég veit ekki hvernig hægt er að taka til í stjórnsýslunni en við erum í stefnuskráni hjá okkur, það er í rauninni þessi sjálfvirkni væðing stjórnsýslu. Við lifum árið 2026 með gervigreind, þar sem að eru í rauninni, við eigum tækifæri en gervigreindin er líka mjög hættuleg. Við þurfum sem sveitarfélag, sem stjórnsýsla að búa til, og ég ætla að segja rosalega leiðilegt orð, stefnu notkun gervigreindar, í rauninni hvernig við ætlum að nota hana og þá varðandi svör við erindum og annað sem að í rauninni stjórnsýslan er að gera og hægt er að gera sjálfvirkt. Varðandi þessa spurningu með Árskógssand og að það hafi engin sérstar á síðustu árum eða eitthvað álíka, og það kemur einmitt að því að við höfum kannski ekki verið nógu duglega að hlusta. Við vitum kannski ekki nógu mikið hvað er að til þess að við getum lagað og það er það sem að ég hef lært á síðustu 4 árum varðandi til dæmis eins og þetta hús sem við fórum fram úr okkur með þessi bygging við Dalbæ, þar sem við í rauninni gleymdum að hlusta og vorum kannski bara fórum fram úr okkur og við vorum með og höfum kannski lært af þeim mistökum, þannig að mér hlakkar til að taka samræðum það hvað má gera betur inn á Sandi.
Og núna má Helgi koma. Takk. Það sést nú hér að deilumálin eru nú ekki mjög mörg eða alvarlega í þessu sveitafélagi og ég held við getum alveg þakka fyrir það. Leitt að heyra þína upplifun og þetta er greinlega eitthvað sem við þurfum að bæta. Við erum með það eins og ég segði á öflugan fólk að það er búið að tók allt og langan tíma að gera stefnuskrán okkar af því að það voru allir svo áhuga sem eru að gera eitthvað. En við ætlum til dæmis að okkur langar að leggja áherslu á Árskógssand og Hauganes eins og aðra staði í sveitafélaginu en þá er ég að tala að okkur langar að endurhanna leiksvæðin þar og byggja þau upp og líka gera spennandi áningarstaði því að ferðamannastraumurinn er svo mikil í þessum þorpum þannig að okkur langar að setja meira púður þar en svo þetta þarf bara að efla samtalið meira og við þurfum einhvern veginn að búa til umgjörð það. Já, ég held þessi gott. Takk. Einhverjar fleiri spurningar? Já, Björgvin. Já. Mikrofónana. Það í fyrsta lagi, Björgvin ekki. Það í fyrsta lagi varðandi iðnaðarráðið. Nú er búið að hanna á Dalvík einhvern 500-600 manna samfélagi viðbútt en einhverstað verður þetta fólk að vinna og það er á að laða að fyrirtæki og þá fara að koma fyrir. Og ég sé ekkert skipulag iðnaðarráðið. Við erum búin að biðja fyrir okkur athafnasvæði síðustu 3 kjörtímabil og við höfum ekki fengið neitt athafnasvæði ennþá. Fyrirgeðu, en er einhver spurning í þessu? Já, spurningin er svo, ætlið að hafa deiliskipuleggja bæði athafnasvæði og iðnaðarsvæði. Ok, spurningin er á að fara að deiliskipuleggja athafnasvæði og iðnaðarsvæði. Og byrjum bara K-listana núna. Já, við höfum nýlega hafið endurskoðun á deiliskipulagi á Sandskeiði. Það er í aðalskipulagi er líka áformuð landfylling sunna við höfnina eða þar er áformuð land og á aðalskipulagi er ég sömuleiðis það er iðnaðarsvæði á aðalskipulagi er iðnaðarsvæði í Hrísamónum sem að væri áhugavert að koma í deiliskipulagningu sem fyrst svo þangað geti komið ný og kröftu fyrirtæki. Ég persónulega hef líka bara svona, það eru svo ótrúlega mörg ónýtt tækifæri sem við höfum í sveitafélaginu. Ég veit til dæmis að það eru víða styrkir og ýmislegt svona sem við erum ekki nógu duglega að sækja í og alls konar nýsköpunarfyrirtæki og annað sem að leita ofta stað til þess að geta komið á og við þurfum að vera svona staður sem að kallar á fólk að koma til okkar, til að koma með einhverju nýju öðruvísi störf og til að skapa svæði fyrir okkar eigin fyrirtæki hér og efla atvinnulífið sem er á svæðinu. Ég veit líka bara að ég er spennt fyrir svona að, eins og ég segi, fá einhvern svona grænan iðnað, skoða hvað við getum gert við þetta flotta svæði eins lítið mengandi starf sem við getum fengið til okkar, þar sem við getum fengið fólk sem getur mentað sig okkar, börnin okkar og komið síðan aftur heim að vinna og geta búið til. Og ég veit að allar þessar íbúðir sem við erum búin að skipuleggja, maður er svona hvar á þetta fólk að vinna, ef við byggjum þetta allt saman upp, hvar á það að vera. Við sjáum þetta fyrir okkur að þetta er þá klárt, nú getum við hafið vinnu við að byggja og bæta í staðin fyrir að fyrst komi fyrirtæki og svo þurfum við að fara að gera lóðir. Það eru lóðir klárað þannig við getum byrjað að stækka og í áföngum byggt það upp. Þannig við erum með framtíðarsýn, við sjáum fyrir okkur hvernig þetta gerir þetta. Ég veit að það er iðnaðarlóðir sem er í gangi, þetta hefur setið svolítið á hakanum, þess vegna hófum við þessu uppbyggingu á deiliskipulagningu á Sandskeiði núna og síðan er líka á Melbrún eitthvað og við þurfum bara, þetta er næsta verkefni.
framtíðarsýnin byrjaði þarna, okkur langar að halda áfram en það ástæðan fyrir mig langaði til þess að halda áfram vegna þess að ég var ekki alveg búin en mér leið þannig. Þannig já, það okkar svar. Takk fyrir þetta. Bensi? Spurningin var í byrjun tvíþætt, þannig að mér langaði að svara varandi atvinnuuppbygging og þessi 600 manna byggð sem við erum að bæta við. Eyjafjörður er eitt atvinnusvæði. Við horfum á þetta fyrir sunnan þar sem að fólk býr í Ölfusi, Þorlákshöfn, Hveragerði og í hinn áttina Akranes og upp í Borgarnes en vinnur í Reykjavík. Við erum að horfa á það hér. Akureyri er að stækka og þar eru ákveðin atvinnutækifæri og við erum með lægra húsnæðisverð hér heldur en inn á Akureyri þannig við getum horft á það að Eyjafjörður er eitt atvinnusvæði. Hins vegar er það svo að við erum með stórt landeldisverkefni inn á Árskógssandi sem er mjög spennandi þannig að bara varðandi þessi atvinnutækifæri þá eru þau til staðar en við þurfum að draga þau hingað. Það er alveg ljóst. Við þurfum að selja okkur sem sveitarfélag. En á aftur varðandi atvinnulóðir þá eru þær næstar á dagskrá. Það er alveg ljóst. Við erum með upp á Hrísamóum á aðalskipulagi atvinnu fyrir léttaniðinað. Ég veit að þér finnst það of langt í burtu fyrir þína starfsemi, við ræddum það í gær og þá er það, ég hef ekki heyrt af þessu erindi sem að þú talar að við óskaði eftir lóðum síðustu 3 kjörtímabil en Sandskeiðið er líka að fara í atvinnuuppbygging í skipulag þannig að ég held að við getum alveg fundið flöt á því að finna svæði fyrir þig á Dalvík. Takk. Vilja fleiri svara? Já, Burkur. Mér langar að nefna bara varðandi þessi lóðamál öll að þá náttúrulega hefði verið skynsamlegast að byrja á því að skipuleggja iðnaðar- og athafnalóðir áður en að fara í þennan stóra pakka. Af því að það eru til fullt af lóðum á Dalvík fyrir íbúðarhúsnæði. Og það náttúrulega eins og fjölgunin hefur verið síðastliðin 4 ár, Helgi kom inn á það, þetta eru 5% á Dalvík. Það eru 49% í Hörgábyggð og það eru 16% á Svalbarðsstrandarhreppi og Eyjafjarðarsveit 10%. Þannig að við erum langt á eftir og það hlýtur að vera vegna þess að það vantar vinnu, fólki kemur ekki fyrir að búa að skapa vinnuna. Það er málið. Það var það Mónika. Já, við erum með það á stefnuskránni hjá okkur að það þurfi að skipuleggja iðnaðarlóðir í Dalvíkurbyggð. En við svo sem tökum líka undir, ég er alveg sammála, við viljum fá eitthvað nýtt og við viljum byggja upp og ég er algjörlega sammála því. En við erum með það samt á stefnuskránni okkar líka að við viljum verja fyrirtækin sem eru fyrir hérna. Og það er svolítið það sem við þurfum að halda utan þau líka, ekki bara að reyna að finna eitthvað nýtt. Takk. Takk fyrir þetta. Næsta spurning. Já. Ég Anna Baldvina. Þegar tengdi mín í gær frá P-lista. Það sem vakti áhuga minn var að félagið með á stefnuskránni var að minnka álögur á íbúa. Mig langar að vita hvernig þið sjá það fyrir ykkur gerast og hinir flokkarnir mættu gjarnan. Já, láta okkur vita, er þetta eitthvað sem þið eru líka að hugsa og hvað sjáum við fyrir ykkur? Spurningin er þess að Sjálfstæðisflokkur er með á stefnuskránni sinni að lækka álögur og spurningin er hvernig þeir ætla að gera það og það er þá opið fyrir alla flokka að svara. Og já, Bessi, getur byrjað. Hæ. Takk fyrir spurninguna, Anna. Okkur langar að lækka álögur með hitaveitunni, til dæmis. Hún er ódýrari hérna heldur en inn á Akureyri og ef við hlúum að henni þá getum við haldið áfram að rukka minna. Við lækkuðum fasteignagjöld á síðasta tímabili
Jú, sem sagt það var raunstöðnun, það var sem sagt bara hækkað verðbólgu, þannig að það var, þannig skil ég þetta. En ég er frekar nýr á borðinu, búin að vera í hálft ár, en já, við ætlum að gera það þannig. Takk. Takk fyrir þetta. Helgi? Við sem sagt lækkuðum fasteigna skatt úr 0,50% í 0,44% af íbúðarhúsnæði sem tók í gildi núna í byrjun þess árs. Það hefði ekki verið gert í mörg ár. Alltaf verið í botni í 0,50% og við tókum á skarið og okkur á Kálistanum langar að reyna að halda áfram að lækka það og líka að skoða með íbúðarhúsnæði, fasteignaskatt, en auðvitað þarf að passa þetta að, þú veist, þetta er auðvitað bara risastórt fyrirtæki sem við erum að reka og það þýðir ekki, þú veist, við erum að sýna ábyrgð í að lækka gjöld, en okkur langar að gera þetta og halda gjaldskrám í lágmarki. Við hækkuðum, það var engin hækkun á gjaldskrám á hitaveitu og vatnsveitu á kjörtum, á núna, 1. janúar. Þannig að við erum byrjuð og við getum haldið áfram í að lækka álögur á íbúa og fyrirtæki. Takk fyrir þetta. Burkur? Já, takk fyrir spurninguna, Anna Baldvina. Við erum klárlega með á stefnunni hjá okkur að lækka bæði fasteignagjöld og hitaveitu, en bara svo að það sé sagt að þó að þessi 4 eða 6 punktar sem hafa verið lækkaðir áramót, að þá hækkaði fasteignamat að íbúða það mikið að það var raunhækkun á gjöldunum, eins og þið vantarlega séð á seðlunum hjá okkur. Þannig að svo að það sé sagt. Og Framsókn? Já, eins og ég sagði áðan í framsögunni að þar sem að við viljum ekki lofa neinu að þá en málið er að sjálfsögðu viljum við skoða á hverju einasta ári hvort það sé möguleiki á að allavega hækka ekki og helst vill maður lækka. Og þú veist, við erum líka íbúar þannig að sjálfsögðu viljum við líka vera í þeim gírnum, en miða við bara það er alls konar framkvæmdir sem þarf að fara í og annað, og meðan við vitum að það er ýmislegt framundan, að þá viljum við ekki setja þetta á stefnuskrána sem loforð, en þetta er að sjálfsögðu það sem við tökum alltaf með okkur inn í fjárhagsáætlunarvinnuna. Takk. Fleiri spurningar, já, það er já, Hjörleifur og næstur, og svo er megin. Já. Bara hver er afstaða frambjóðanda til fyrirhugaðra eða svona hugmynda sjókvíaeldi í Eyjafirði? Það eru hugmyndir hjá nágrannanna sem stórvægilegt sjókvíaeldi og hins spurningin og allt annarri átt varðandi hver stefna frambjóðanna í framtíð byggðasafnsins og safnamála á nýjárinu. Takk fyrir þetta. Spurningarnir eru hver er afstaða frambjóðanna til sjókvíaeldis og svo hver er framtíðarsýn frambjóðanna í safnamálum eins og byggðasafn. Við skulum byrja megin núna. Byrjum bara já, Alistinn. Já, Garðar aftur. Bara þetta sjókvíaeldi að þá er ég eyði mestum tímum mínum í fjöllum og ég væri til í að sjá sjókvíaeldi ekki í Eyjafirði. Mér finnst það ekki, ég held að það sé góð dýrmætur fyrir það. Var þetta safnahúsin, við viljum gera safnahús, þannig að nýta fasteigna í gamla skólanum. Þannig að ég held að við séum búin að svara þeirri spurningum fyrirfram. Takk fyrir.
Ára Móna. Mér er pínu fara að líða svona eins og bilaðri plötu. Sko, við höfum engu lofað, nei, tjók, en hérna í sambandi við sjókvíaeldi í Eyjafirði, ég er ekki lyndi. Ég veit að, þú veist, það eru störf og það þú veist, að ég vil ekki sjá hver hérna í firðinum. Í sambandi við söfnin, sko við erum eins og alistinn með það, við viljum skoða, þú veist, hvort sem það verður fyrir söfnin eða eitthvað annað, við viljum skoða gamla skóla. Ég vil náttúrulega það byrjað að teikna upp og svona skoða hérna við byggingu hérna. Þú veist, ég er ekki tilbúin til að segja af eða á með það, en við erum samt þar að það þarf virkilega að skoða hvar og hvað við ætlum að gera við, hérna, í sambandi við svefnin í sveitarfélaginu. En við erum ekki með alveg fastmótað. Takk. Kálisti. Nei, við erum á móti sjókvíaeldi og já, þannig að það er nú bara nokkuð einfalt svar við því og vonandi þurfum við ekkert að vera að rífast það, ég held að flest, nei, ég ætla ekki alveg að fyrir alla. Heyrðu, safnamál, við sem sagt, núverandi sveitarstjórn setti á laggirnar nefnd sem var að fara yfir hvar væri best að byggja byggðasafn. Sú nefnd gaf út skýrslu sem verður birt út úr henni á næstu dögum ásamt teikningum af mögulegri byggingu hér við Menningarhúsi Berg. Þetta er svo verkefni næstu sveitarstjórnar að taka afstöðu til hvort að þetta sé rétta leiðin og fyrst auðvitað þarf að kynna þetta og sýna íbúum teikningar af þessu, útlitsteikningar, hvernig þetta geti komið út og við þurfum að heyra hljóðið og þá er þetta að taka afstöðu hvort að þetta sé hinn fullkomna staðsetning eða ekki. Takk. Og Sjálfstæðisflokkurinn. Komið sæl, Auður heiti ég. Hérna, við erum ekki hlynt sjókvíaeldi en ég er mjög spennt fyrir því að finna byggðasafninu stað. Ég elska byggðasafn, þannig að mér finnst að við þurfum að passa upp á byggðasafninu okkar og ég er spennt að sjá hvernig það kæmi út að byggja við hér en annars þurfum við að finna því eitthvað stað. Við skulum taka 2 spurningar í viðbót. Flott ábending, en spurningin er hjólastíga, tengingar þá við milli allra byggðakjarna. Hver er ykkar afstaða? Já, sérstaklega Ásgrímsströnd og Hauganes. Hver er ykkar afstaða í því? Hæ, aftur. Afsakaðu, ég er slæmið minn öfn, þannig að ég ætla bara að taka þetta til mín með leikskólan. En ég trúi því að uppbygging hjólastíga og uppbygging göngustíga í sveitarfélaginu leiði til þess að fólk noti þau. Þannig að ég vil fá göngustíga á milli samfélagun okkar, bæði innan þeirra og milli þeirra og þeir séu mokaðir. Það er eina leiðin svo að við getum notað þá. Og það er eina leiðin sem að fólk nýtir þá. Það er bara við þurfum innviðina og þá labbar fólk. Ég reyna að labba í leikskólan eins ofta og ég get. Mér líður miklu betur að labba í leikskólan heldur en að keyra í leikskólan eða hjóla á milli staða. Þannig ég held að það sé svona fjárfesting sem að við fáum tilbaka margfalt. Notum bílinn okkar minna, verðum hamingjusamari og að við getum hjólað á milli milli kjarnan okkar. Ég held að það sé eitthvað sem að bara verður töfrar. Þannig að já, ég mér langar að sjá fleiri hjólastíga, bæði í þéttbýli og
og upp í fjöllin okkar þar sem við getum ferðast þau því að það svo mikilvægt. Þannig að já, fleiri hjólastíga. Takk. Og Framsókn þá? Já, við viljum sjá fleiri hjólastíga og göngustíga í sveitarfélaginu og við vorum sérstaklega búin að skoða einu strönd og já, einmitt, og bara, já. Já. Það eru svo grófir stígarnir inn á strönd að það, já, ekki gott að hjóla ekki gott að fara barnavagnar og eins vorum við búin að, já, skoða það að setja stíg upp að, hvað segirðu? Tengja saman. Já, tengja saman á Hauganes og Sandinn. Takk. Takk fyrir þetta, það er K-listinn. Komið sæl, ég heiti Magni og ég er kennari í Dalvíkurskóla. Við viljum halda áfram uppbyggingu á hjólastígum og það eru áætlað að sé 100 milljónir á fjárhagsáætlun til 2029 í uppbyggingu hjólastíga. Við viljum halda áfram uppbyggingun á hjólastígnum milli Árskógsstrandar og Dalvíkur og okkur langar líka, við ætlum ekki að lofa, en það er draumur að brúa hitaveitustokkin í tengslu við uppbyggingu á nýjum hjólastíg. Ég nota þessa stíga mikið sjálfur, ekki á hjóli, ég gengi þá mjög oft og ég vil gjarnan geta tekið eitt gott rölt einhvern tímann á góðum hjólastíg til Árskógsstrandar. Takk fyrir. Og Sjálfstæðisflokkur? Heyrðu, við erum með á stefnuskrán okkar að bæta hjólastígi, meðal annars í fjöllum, en hjólastígurinn á milli Dalvíkur og Árskógsstrandar og Hauganesar, mér finnst við verða að gera þetta, út af því að ef við gerum þetta ekki, þá erum við að tapa svo miklu framkvæmdafé. Það er komið vilyrði frá vegagerðinni að koma í 50% kostnað á mót okkur, þetta á að kosta 400 milljónir, síðan kosta þetta mikið að búa til malavegin sem er hliðin á Ólafsfjarðarvegi, sem er hliðarafurð á jarðstrengnum sem var settur. Þetta væru 200 milljónir, við getum gert þetta yfir 10 árum, 20 miljón ári, þetta er eins og eitt leiktaki. Mér finnst þetta frábær hugmynd og eins og ég segi, ef við gerum þetta ekki þá erum við svona að segja nei við fríu framkvæmdafé frá ríkinu og mér hugnast það ekki. Takk. Já, næsta spurning. Já, ég er sammála þessu, en spurningin hvenær mega ströndúkar upp að þéttbýlissvæðanna reikna með að geta ganga. Og ég með eina spurningu viðbót varðandi krossara aðstöðu, eitthvað stefnt á slíku í framtíðinni? Takk fyrir. Spurningin er hvenær eiga ströndungar utan þéttbýlissvæða vonum því að geta byrja að hjóla þessa stíga og svo hver er framtíðarsýnin með krossaraðstöðu í sveitarfélaginu. Og byrjum bara hérna hægra megin núna. Ég veit ekki neitt krossaratengt, ef ég var alveg hreinskilinn, en hugmyndin var að byrja á að tengja Árskógsströnd og Hauganes saman. Og Árskógssand, byggðakjarnan. Það á að koma frá þaðan upp að þjóðvegi, svo frá Hauganesi upp að þjóðvegi og tengja það saman og síðan vinna sig út á Dalvík, mögulega til suðurs og
síðan til norðus. En það er eitt sem ég langa að bæta við varandi þetta, fyrrverandi lögreglumaður. Ég held að við séum öll sammála að við erum mjög fegin að losna við fólk á hjóli af þjóðveginum. Þetta er mikið öryggismál og það hefur munað litlu mun oftar en fólk kannski heldur. Takk. Kálisti. Já, takk fyrir þetta Gitta. Þetta mál er auðvitað bara í vinnslu og það er ekki búið að ná samningi við alla landeigendur varðandi þennan stíg. Þannig að þetta er í rauninni risastórt mál, þetta er mjög dýrt, þannig að meðan að þetta er ekki, við erum ekki komið með öll púslinn saman, þá er svolítið erfitt að svara þessu. Til dæmis getum við ekkert sagt til hvernig þessi stígur kemur hérna til Dalvíkur, en vonandi einhvers staðar í kringum hitaveitustokkin, eins og Magni kom inn á áðan. Núverandi áætlun sem sagt að eins og þetta er lagt upp með að í sumar að reyna að tengja þorpin við Árskógaskóla og svo verðum við bara aðeins að sjá til hvernig næstu skref verða og vonandi getum við spýtt í. Auðvitað vill enginn að þetta verkefni sé 10 ára verkefni og þetta, já, ég vona það. Varðandi krossara, þá er það ekkert, þetta hefur komið af og til í gegnum tíðina. Það er ekkert í pípunum og ég man ekki eftir neinu erindi og ég bara hvet áhugamenn þetta að senda erindi til sveitarfélagsins þannig að það sé að taka efnislega meðferð á þessu. Takk. Framsókn, viljið þið svara þessu? Takk fyrir spurninguna. Ef ég man rétt þá er Gitta búin að senda inn fyrirspurn í sambandi við göngustíg frá Syðri-Haga að skólanum. Og mig grunar að þar sem hún á nú part af landi þeim megin sem er komin undir þetta, þess vegna er hún svolítið að hugsa tenginguna innfrá. Ég tek undir með, auðvitað viljum við fá að það séu gerðir almennilegi göngustígar og það sem að María greiði hendinni aðeins fyrir rútuna áðan að eins og bara göngustígurinn sem var gerður á Árskógssandi eins og hún var að segja, það er ekki takt að, það myndi enginn láta bjóða sér að það geti ekki farið á nýja göngustíginn með barnavagn eða barn á hjóli. En það er allt í lagi, hvað er hann orðinn 2 ára eða eitthvað, 2, 3, nei, eða ég man ekki hvað hann er inn frá. Og ef þú ferð á einhverju hjóli þá skemmir göngustíginn. Þannig að það er svona svolítið, þannig að þetta er partur af því sem við höfum alveg verið að tala að það þarf virkilega að fara í almennilega göngustígagerð innfrá. Takk. Krossari. Þetta hefur ekki komið upp hjá okkur, en ég er mjög ánægð að þessi spurning kom upp vegna þess að þetta verður klárlega eitthvað sem við tökum með okkur í áframhaldandi vinnu. Takk. Varðandi að tengja, mér finnst að göngustígar eiga bæði að vera, þeir eiga að vera nothæfir til að koma okkur á milli staða og náttúrulega í sátt við þá sem eiga landangað og þess áttar af því. En mér finnst mikilvægast að þeir koma okkur, við getum notið á til samgangna vegna þess að ekki eins og ég upplýði í Reykjavík, ég nota hjólastígana þar mikið, að hjólastígurinn svingar allir svona eins og það leit svo vel út á okkur korti. En ég þarf bara að komast í, á æfingu eða í skólan eða þess að það. Þannig að þeir verða að vera að nota þá. Bæði nógu sléttir svo að flestir geti notað á og við getum komist okkar leiða. Varðandi íþróttaiðkun eins og motocross hjól, ég held að þau er heim eitthvað staðar. Við þurfum að finna stað fyrir það. Þannig að bara tillögur, velkomnar, eins og öll önnur íþrótta og tómstundir innan sveitafélagsins. Takk.
Það eru tveir búin að bíða ansi lengi hérna eftir spurningum, en ég get alveg lofa ykkur því að þeir sem er að brenna inni með eitthvað, gætum verið hérna fram á kvöld, að þá munu þessi frambjóðendur hérna vera til í að svara hérna á eftir. En við ætlum að klára þessa tvo og reyna að fara að setja endapunkt á þessa dagskrá. Svo drögum aðeins saman, hver er svona nákvæmur spurningin? Spurt út í umgengni við fólkvanginn, hvort að það sé vilji fyrir því að halda áfram þeirri stefnu sem er í því núna, hvernig þið sjá þetta fyrir ykkur? Byrja hérna, vill ykkur taka, Já, þið veist, skíða áhuga maður líka. Ég vildi að við erum að passa upp á umhverfið okkar og passa upp á að við fáum pláss öll í sveitafélaginu til þess að gera það sem við gerum og gera það í sátt bæði við náttúruna og samfélagið. Þannig að mér finnst þessi dýrmæta eign sem við eigum þetta rétt fyrir ofan bæinn gríðarlega mikilvæg. Þannig að ef að það kostar upp á þrif eftir ákveðin atburð sem var skemmtilegur, alveg klárlega, og við þurfum að passa gjörðir okkar í það átt. Þannig að, já, halda honum í réttum og góðum fallegum stað. Takk fyrir. Já, framsókn, viljið þið? Ég verð að viðurkenna að ég hef ekki farið upp yfir og skoðað eftir þetta. Ég er alveg, bara eins og allt sem við höfum verið að ræða. Ef það er rask á hlutum, að þá hljótum við að þurfa að laga til eftir okkur eins og sagt er. En ég velti, þú veist, eins og ég segi, ég er ekki búin að sjá þetta, en þú veist, erum við að tala um rusl eða er þetta sandur af því að var sandur í snjónum en svo er sandfok, eða skilji, þú veist, þetta er úti. Þannig að nema að séu einhverjir sandhólar og annað sem eru virkilega stórir og miklir, þá sjálfsögðu þarf að laga til eftir sig, en mín afstæð er svo að, og sérstaklega í kringu skíðasvæði, fólkvangurinn við viljum nota þetta, við viljum að sé útivist og ég held að það sé svolítið, en að sjálfsögðu þurfum við alltaf að ganga um þetta virðingu. Takk. Kálisti, já. Já, ég viðurkenni bara að ég hef ekki séð þetta, en í þessu tilfelli eins og öllum öðrum tilfellum þá á að ganga vel um öll svæði sveitarfélagsins og ef það er ekki gert þá að sjálfsögðu á að sjá til þess að það sé gert. Alltaf, allstaðar bara, og ég hef ekki stíðið á skíði síðan ég var 7 ára en hef ekki samt mjög vænt skíðasvæði okkar og vil að aðkoma sé falleg og allt umhverfið þar í kring, þannig að ég er að frétta þessu fyrst núna, ef svona er þá á að sjálfsögðu að taka til hendina og laga þetta til. Já, og Sjálfstæðisflokkurinn?
Sko til að svara spurningunni, ég held að það sé ekkert spurning, við viljum öll hafa snirtilegt í kringum okkur. Ef ég man rétt þá þegar að þetta félag fekk leyfi fyrir þessum viðburði þá var það sett inn í bókun að þeir skildu ganga frá eftir sig, svoleiðis að ég gerir ráð fyrir því að þeir eigi það eftir. Það er kannski ekki alveg veðurfarið til þess akkurat núna en ég veit að þeir muni gera það. En annað bara varðandi umgengni og annað, þá settum við inn í stefnuskrána sem að mér finnst skipta miklu máli og það er að koma á fót umhverfisviðurkenningum sem kemur rauninni akkurat inn á þetta, að veri hvati fyrir íbúa Dalvíkurbyggðar að hafa lóðir sína snyrtilegar og þar skrifum við að Dalvíkurbyggð þarf að sína fordæmi að hafa opinsvæði snyrtileg sem á hafnarsvæðin, þannig að það kemur alveg undir þetta að við þurfum að hafa þessi hluti í lagi. Þá er það síðasta spurning. En svo verður náttúrulega, ég hef trú á því að þessi framboð muni auglýsa opnunartíma og það er alltaf hægt að spyrja þig eins og hægt er. Man veit ég á Böggustöðum í sambandi við þessa útivist og göngulegi og hjólaleiðir þá til nokkur sem heitir Böggustahringurinn sem er afar vinsælt útivistarefni, gönguefni, hjólaefni og allt gott um það að segja, en að öðruleyti því að þetta er bara hreinleiki boðið mönnum dvalarleik. Þarna þarf fólk að ganga niður afleggjaran frá Böggustöðum og það er gríðarlega mikil umferð, bíla. Það er orðið fjölmennt á Böggustöðum, þetta er 7 íbúðir, bakari og svo náttúrulega stóra stemmaðan á Norðavið þar sem er mikil trafík út í. Og þetta er heilmikil trafík og þarna er fólk að labbandi afleggjaran niðurinn. Ég hef verið útfylgir líka, Ég er komin á rafmagnsbíl og ég hef stundum að labba á eftir fólki sem er yfirleitt með eitthvað á eyrunum eða Afsaka, en kannski fá spurninguna? Já, bara tímastjórnun. Vegurinn upp í Böggustæði er svona ísmæl áttatíma. Það þarf að laga, það þarf að hækka, það þarf að malbygga og það þarf að búa til göngubraut við niður á veginn. Það þarf að fylla upp í skurðinn og gera það göngubraut. Og til það. Hvenær og hvort stendur það til að gera þetta göngubraut og laga þennan frábæra göngubraut? Það er malbyggjað upp í Laugardal og Laugarvík og Efstahvort sem kemur í besta mál. En þarna er bara þessi vegur sem alltaf er hólóttur og hálfvíknar. Hvenær er meiningin, hvað vil þessi framboð, hvort vil ég gera eitthvað og hvenær vil ég gera eitthvað, það er svo vægt. Spurningin er hvort og þá hvenar vilja menn vilja framboðin laga veginn í Böggustæðahringnum sem er ennþá malavegur. Skulum byrja að hægra megin núna. Já, bara kálisti. Takk fyrir þetta Ármann, ég held að standi nú enginn hérna upp og segi bara nei, við ætlum ekki að gera þetta sko. Þannig við höfum eitt pening, það hefur verið á þessu kjörtímabili, þá var vegurinn lagaður eitthvað og var ekki sett lýsing líka og svona vissulega er umferðin að aukast og mögulega þarf að endurskoða þetta og já, setja slitlag og þá þurfum við líka bara að skoða eignarhald og allt þetta sem ég er ekki akkurat með í kollunum en þetta er allavega ekki á fjárhagsáætlun þannig en þetta er bara góður punktur inn í fjárhagsáætlunina fyrir næsta ár og við skulum bara sjá hvað gerist en ég ætla ekki að lofa þér einhverju dagsetningu á einhverjum borða en vona það besta. Sjálfstæðisflokkur. Takk fyrir þessa spurningu. Sko öryggismál eru mér mjög ofarlega í huga. Og í rauninni eru við í þessari vinnu. Ég meina
Stígurinn sem var gerður frá Ólís og þarna var til þess að ná umferðin, eða sérst gangandi og hjólandi umferð af veginum. Hjólastígurinn frá Sandir, eða sérst Árskógsströnd til Dalvíkur og tengja það allt saman til þess að ná gangandi og og hjólandi umferð af akveginum. Þannig að við erum í þessari vinnu. Við þurfum að halda henni áfram, þannig að þarna réttilega einhver kapli sem við þurfum að skoða og fara í, þannig að, en ég alveg sammála, þetta ekki á fjárhagsáætlun og ég hef ekki heyrt af þessu áður, en þetta eitthvað sem við þurfum að skoða. Framsókn? Já, Böggvistaðarhringurinn, ég nota hann oft og börnin mín hjóla oft þarna með mér, en þetta er ekki verið á stefnuskránni okkur, en klárlega eitthvað sem við mun taka með okkur næstu 4 árin. Takk. Já. Ég ætla bara að byrja takk fyrir að tala svo mikið göngustíga. Mér finnst það geggjað. Bara takk hérlega fyrir. Ég held að, Böggvistingurinn var vandamál eftir að göngustíginn var gerður og svo byrjaði fólk að labba lengra. Ég held að við þurfum að skoða náttúrulega að setja göngustíginn og leiða Böggvishringinn í góða átt. Og svo, ég veit ekki, ég svona frekar óþolinmóður að oftast og ég skil ekki þessi vegakerfi sem eigum að við þurfum að byggja allt eftir einhverju Evrópusambandi þegar ég ferðast í Ölpunum á mjög þröngum, malbikuðum vegum. Og mér langar bara að skoða, er ekki hægt að rykmynda vegina með kannski bundnu slitlagi? Þá er hann ekki byggður, en mér langar að laga það að við getum ferðast malarvegin okkar sem eru mikið ferð keyrt í sveitarfélaginu okkar, allstaðar, án þess að við séum að eyðileggja bílum okkar. Ég ferðast upp í Skíðadal næstu á hverjum degi, ég þarf að eiga Hilux svo að bílinn minn eyðileggist ekki. Ég þori ekki að fara á hinum bílum. Þannig að, og Kristján, hann eyðir, 500.000 í að gera við bílinn sinn á hverju ári. Og svo kemur við tölum við vegagerðina og hún segir bara, kostar, 3 milljarða kílómetrin eða eitthvað. Og þetta við þurfum ekki tvöfaldan fallegan veg, og ég veit við erum með eitthvað í samvingu við Evrópusambandið og allt það og þurfum að flytja þeirri reglum, en getum við ekki fundið eitthvað að lausna á þessu. Ég menn í annar staðar það gert, í öðrum Evrópusambandslöndum. Mjög mjóir vegir, alls þar í Ölpunum og fullt af öðrum stöðum. Þannig að mér langar bara að finna leið og lausna á þessu, svo við getum haldið áfram að ferðast til og frá vinnu og til vina og ættingja og gangandi og hjólandi og keyrandi og brosandi. Takk fyrir þessar frábæru spurningar og takk fyrir svörin, frambúðin. Þannig að nú ætlum við aðeins að lokum að taka nokkur lokaorð frá hverju einu frambúði og við ætlum að byrja aftur í stafrófsröð. Þannig að A-listinn byrjar. Góðan daginn, Erla heiti ég, mörg ykkur þekkja mig og mörg ykkur ekki og rosalega gott að sjá ykkur öll og við fögnum öllum þessum spurningum sem við höfum fengið frá okkur, bara alveg frábært, sérstaklega frá okkur sem erum að koma svona nýja inn að fá að heyra það sem að liggur á ykkur því að við höfum svona minna heyrt það og við erum bara farið þá vegferð að koma okkur að staði það að bæta þetta samfélag og gera þetta samfélag betra fyrir alla. Við viljum að öllum líði vel hér í Dalvíkurbyggð og okkur annt íbúana hér og alveg sérstaklega. Ég hefði viljað tala þess meira velferðarmálin og íbúamálin og möguleika til nýsköpunar og hvernig við ætlum að fá fleiri íbúa til okkar og okkur finnst það vera áherslaatriði og þar viljum við nýta gamla skólan. Við erum svolítið að einblína á gamla skólan og nýta byggingarnar sem eru til staðar og áður við förum að byggja eitthvað nýtt og eyða fjármunum í það. Við viljum sjá þessa byggð blómlega fyrir alla. Við vorum að tala göngustíga og umhverfið okkar og við viljum að náttúrun okkar sé hrein og við viljum vera til fyrirmyndar fyrir fólkið okkar og líka fyrir aðkomi fólk sem kemur hingað.
Við viljum vera eftirsóknarverður staður bæði til að búa á og sækja heim og það viljum við svo sannarlega stefna að á byggðalistanum. Og við bara sjáum það að við viljum ekki bara að við fullfiska fólki séum alltaf í forgrunn í öllu. Við viljum líka huga vel að eldri borgurum og fötluðum, öryrkjum og börnunum okkar alveg sérstaklega. Og það bara á forgangi hjá okkur líka. Þannig að ég vil bara koma því að hér vegna þess að við töluðum lítið það. En það sem við bara stefnum að, við bjóðum upp á skýra stefnu og raunhæfa lausnir. Við viljum ábyrgð í stjórnsýslunni, fjármálanum og við viljum betri innviði, sterkara samfélag þar sem að fjölskylda og atvinnulíf blómstrað og sammála þessum við iðnaðarsvæðin. Að sjálfsögðu við þurfum að hafa allt klárt til þess að fá fólk til að koma hérna, til þess að geta farið svo í að byggja allar þessi stóru hverfi sem að bíða okkar og vonandi fyllast hér með tímanum. En við ætlum að framkvæma og við ætlum að gera þetta saman og auðvitað á gleðinni, svo Sjálfstæðisflokkurinn segir, líka við og öll ætlum að gera það saman og þetta veltur á góðu samstarfi og samvinnu og við ætlum að gera þetta betri byggð fyrir alla. Kærar þakkir fyrir þetta. Þá er það Framsókn. Ég klúðraði þess aðeins. Ég gleymdi að lesa allt minnisblaðið og ég var búin að gleyma þessari mínútu sem við fáum til þess að klára. En sko bara út frá umræðanum hér og út frá bara hvernig við erum búin að vera náttúrulega bara sko að hitta starfsmenn sveitarfélagsins. Við erum búin að fara og bjóða fólki að hitta okkur í íbúðakjörnunum. En sko við erum svolítið bara að hugsa þetta hvernig sveitarfélag við viljum og hvað aðrir eru að sjá. Fólk í sveitarfélaginu til þess að hlusta á. Og við erum svolítið bara að viljum vinna þetta bara í svona samvinnu og samstarfi við fólk í sveitarfélaginu. En sko ég bara ætla ekki að lofa neinu eins og ég er búin að segja hérna. En eina sem að ég vil bara að þið munið og takið með ykkur og dreifið endilega að það skiptir máli þegar að nýta kosningaréttin sinn og sérstaklega í sveitafélags málum að þá skiptir það máli og það komin, ég gæti alveg hefði geta lesið bara upp úr málefnaskrána okkar en mér langaði ekki að gera það, mér langaði frekar bara að koma upp, viðurkenna, ég klúðraði þessu en það var bara, ég bara þakka kærlega fyrir tækifærið að hafa fengið að koma hérna upp, frábæra spurningar og takk kærlega fyrir okkur og muniði að nýta kosningaréttin. Þá er það D-listi Sjálfstæðisflokks. Ég vil byrja á því að hvetja alla til að sækja þá viðburði sem við í Sjálfstæðisflokknum munum halda á næstunni og minna á stefnumálu upplýsingar frambjóðendur Sjálfstæðisflokksins hægt að finna inn á xd.dalvíkurbyggð.is. Við í Sjálfstæðisflokknum brennum fyrir málefni sveitarfélagsins og erum ungt framboð sem viljum hag sveitarfélagsins sem mestan. Við sem erum í kosningabaráttu erum heppið með það að hér í sveitarfélaginu ekki stór mál til að takast á Við erum sammála að við þurfum að horfa til framtíðar og stækka og höfum verið að byggja grunn að því. Stóra málið eru við íbúarnir og hvernig við getum aukið ánægju okkar. Það gerum við kjörnir fulltrúar með að hlusta og tjá okkur. Sjálfstæðisflokkurinn hefur á undanförnu kjörtímabili haldið reglulega fundi til að hitta íbúa og upplýsa þau mál sem eru í gangi og munum við halda þeirri góðu vinnu áfram. Mér hlakka til vinnu næsta kjörtímabils með þessu góða fólki og takast á við þær áskoranir sem eru framundan og nýta þau tækifæri sem okkur gefast. Lóðaframboð í Dalvíkurbyggð er orðið mjög mikið en innan skamms verðum við með lóðir fyrir 279 íbúðir. Það má því segja að við séum komið með lóðir sem hillivöru í sveitarfélaginu en ekki vera að búa til eina lóð
þegar einhverjum hefur langað að byggja. Stærstu áskoranir okkar á næstunni eru atvinnuuppbygging, hvernig uppbyggingu við viljum sjá rísa í atvinnulífinu og ekki síður hvar við viljum sjá hana rísa. Við erum klár með nægt lóðaframboð og höfum alla burði til að stækka mjög á næstu árum. Ég hvet alla til að nýta kosningarétt sinn 16. maí því við vitum öll að hvert atkvæði skiptir máli. Takk. Það þá K-listinn. Já, takk kærlega öll fyrir að koma og takk fyrir frábæra spurningar og það er svo dýrmætt að fá að, já, mér finnst þetta bara búið ótrúlega skemmtilegt. Mér langaði að sýna ykkur, við erum búin að liggja við þessu plaggi í svona 10 daga og það eru rosalega margar skoðanir í okkar 14 manna hópi. Þetta er öflugur hópur fólks, sko frábærs fólks og sem að kom sér saman þessi stefnumál. En svona megin stefi hjá okkur er, ég meina, það er allir að segja gera gott samfélag betra og allt þetta, en það er í alvörinu það sem ég held að við séum öll hérna komin til að gera. Okkur langar að gera þetta samfélag enn betra og ég saknaði þess líka að tala menningarmál, þú veist, þetta hús og hvað þetta hús hefur upp á að bjóða, bara menningarstefnu í Dalvíkurbyggð, iðandi mannlíf er eitt af því sem þá er það með íþróttalíf líka, er eitt af því sem gerir okkur að samfélagi og þegar við erum sterkt samfélag og góðu hvort annað, þá geta allir fundið sinn sess, óháð bara aldri, óháð uppruna, bara og allt þetta. Við viljum reyna að taka utan sem flesta og við getum öll fundið okkur bara stað og getum bara verið hamingjusum hérna saman, en að sjálfsögðu gerist það ekki nema með bara öflugu utanumhaldi innviðin okkar, öflugu utanumhaldi skólan okkar, öflugu utanumhaldi fatlað fólk, eldra fólk, allt fólk. Þannig að með ykkar umboði þá viljum við gera okkar allra besta, við Helgi og fleiri á listanum nýta okkar reynslu sem við fengið síðustu 4 ár. Það var svolítið áhugaverð stemming þegar vorum 100% endurnýjun í sveitastjórn. Þetta var lærdómslíkt ferli og við ætlum að nýta okkar reynslu áfram með stuðningi frá frábæru fólki okkar lista. Við hvetjum ykkur til þess að koma og heimsækja okkur á kosningaskrifstofuna okkar sem opnar reyndar ekki fyrr en helgina. Við finnum rólega að staða þessa kosningabaráttu en hlökkum til að eiga samtali við ykkur og endilega stoppi okkur ef þið sjáu okkur, við erum alltaf til að spjalla. En já, við hvetjum ykkur líka til að nýta kosningaréttin og setja X við K. Ég valdi ekki stafinn, þetta var bara svona. En, já, og takk fyrir líka bara hvað eru kurteis og góð við kjörna fulltrúa í sveitarfélaginu. Það er ótrúlega mikið hugrekki að bjóða sig fram og maður hræddur, fyrst þegar ég fór fram þá var ég skíthræddur að einhver myndi ekki að húsið mitt út af einhverju sem myndi ákveða á sveitarstjórnarfundi og það gerist ekki. Og ég óska eftir því næstu 4 ár líka, fá ég umboð til þess að vinna fyrir ykkur. Þannig að takk kærlega fyrir komuna og takk kærlega fyrir okkur. Bara þakka ég kærlega fyrir komuna og takk fyrir hljóðið og spurningarnar og ég þakka frambóðunum fyrir tíma sinn og bara hvetjum alla til þess að kjósa. Það verður erfitt, það er ljóst, en takk fyrir í dag.